Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Og til hamingju bara með daginn og þessa flottu ráðstefnu. Ég að spá að skilja bara ræðuna eftir þarna og fá að spjalla aðeins við ykkur. Talsveit skemmtilegar en margar leiðilegar ráðherraræðurnar. En það gaman að nýsköpun sé sett svona kyrfilega á dagskrá í orkugeiranum og eins og gert og haldið utanum í jarðhitagarðinum. Og þegar ég byrjaði sem nýsköpunarráðherra þá var oft sagt að við varum alltaf að nota sömu fyrirtækin sem dæmi hvað við varum að gera vel í nýsköpunargeiranum og okkur vantaði ennþá fleiri dæmi og við varum að sjá að við varum kannski loksins að sjá árangur í því að við varum að búa til 4 öflugar stoðir í hagkerfinu okkar. Og það rétt, dæmin eru sannlega orðin fleiri en Össur og Marel, við erum farin að tala fleiri fyrirtæki sem eru að slá í gegn á alþjóðavísu, orðin stór, skapa störf, tekið áhættur og eru að breyta leiknum í efnahagsumhverfinu á Íslandi. Það að segja að við erum komið með fleiri stoðir. Og það má líka segja þau fyrirtæki sem staðsetja sig í jarðhitagarðinum eins og Carbfix, Vaxa og Climeworks, þar sem verið að byggja á nýsköpun til þess að leita lausnum framtíðarinnar og samfélagsins, nýta krafta Íslands og einstakt tækifæri til þess að skapa lausnir. Og það ótrúlega gaman að sjá hvað mikið að gerast í umhverfi nýsköpunar á Íslandi. Ég held að okkur hefði ekkert alveg óra fyrir því hversu framarlega við stæðum og hversu margar góðar sögur við getum sagt á þessum tímapunkti fyrir nokkrum árum síðan. Og auðvitað get ég farið tilbaka í ræður stjórnmálamanna alveg frá því að ég var það bil að fæðast þegar þeir segja að við þurfum að fjölga stoðum efnahagslífsins. En við erum loksins að sjá það að hugvitið orðið að raunverulegri stoð. Við erum búin að sjá það að hugverkaiðnaður búin að tvöfaldast í útflutningstekjum á síðustu 5 árum og núna eina útflutningsgreinin sem vex umfram verðbólgu á síðustu 6 mánuðum. Og þetta skiptir gríðarlegu máli. En þetta kemur ekki alveg úr lausu lofti og við þurfum alltaf að skoða og hugsa hvernig við getum best búið hnútana, hvernig við búum til samspilið og hvaða samstarf mikilvægt til þess að umhverfi fyrirtækja sé með besta móti og sé samkeppnishæft hér við önnur lönd og fyrirtæki velji að vaxa og dafna hér. Þar kemur margt inn í, hvort sem við erum að hugsa orkuna og náttúrun okkar eða tæknina, við sem hugsa mannauðinn og skólana, menntunina eða hvaða innvið sem við hugsum að þá tengir það allt saman í því að allir þessir innviðir skipta máli gagnvart því að byggja raunverulega upp land sem stendur mjög framarlega og að grípa tækifæri þegar kemur að nýsköpun. Og eitt að standa framarlega í dag og við höfum tekið gríðarlega mikið af góðum ákvörðunum til þess að tryggja samkeppnishæfni Íslands. En við megum aldrei staldra við og vera bara ánægð og ég geti rætt við ykkur hér þær ákvarðanir sem við höfum tekið. Heldur þurfum við alltaf að horfa fram á veginn af því að við erum einfaldlega í samkeppni við önnur lönd og það eru allir að hlaupa skónum í þessum business. Og eins og þið vitið sem tengist orkumálunum og jarðhitagarðinum og þið hjá ON þá einfaldlega nýsköpun drifkraftur umhverfisvænna lausna og algjör lykill þáttur þegar kemur að því að leita nýrra lausna, gera betur og ná meiri árangri hvort sem horft til orkunýtingar, loftslagslausna eða annarra. Og við sem erum í stjórnkerfinu að byggja umhverfið og leyfa hugmyndum einstaklinga að vaxa dafna, okkar hlutverk eingöngu að reyna að búa til umhverfi sem lætur hugmyndir verða veruleika. Og það getum við gert með skattalegum hvötum, stuðningi, við getum gert það með því að styrkja menntakerfið, tryggja það að hér fái sérfræðingar, en það eru margir aðrir innviðir líka sem við þurfum að huga að. Og eitt af því sem við vinnum núna að í mínu ráðuneyti til að mynda aðgerðaáætlun í gervigreind. Það fyrsta aðgerðaáætlun Íslands í gervigreindamálum og eitt af þeim atriðum sem ég var kannski að vísa í hér áðan þar sem við megum ekki verða eftir á. Þar sem við verðum að gæta samkeppnishæfni okkar við önnur lönd og hvernig við ætlum að nýta gervigreind til þess að ná meiri árangri fyrir Ísland. Og það
tengist mörgum þáttum, það tengist sjálfbærri þróun, það tengist aukinni skilvirkni, það tengist því að minnka sóun hjá hinu opinbera eða í orkugeiranum og öðrum atvinnugreinum. Það tengist því líka að nýta orkuna betur. Það getur tengst því hvernig við styðjum við frumkvöðla, hvernig við bætum menntakerfið, hvernig við veitum betri heilbrigðisþjónustu og svo geti ég áfram talið. Og aðgerðaáætlunin í gervigreind sem verður kynnt á næstu vikum verður ekki þannig plagg að það verður eitt plagg sem verður lagt fram á þinginu og þá aðgerðaáætlunin í gervigreind komin. Heimurinn breytist einfaldlega það hratt að það væri óásættanleg aðgerðaáætlun því við verðum alltaf að geta brugðist við og bættum betur. Og við þurfum bæði að eiga fólkið og mannauðinn í því að mæta þessum áskorunum. Hvort sem það getu í þessum greinum sem tengjast tækni og raunvísindum, þekkingu í að nýta tækni sem tengt orkumálum til dæmis og fleira. Og við þurfum þess vegna að geta og þorað að tengja gervigreindina inn í skólakerfið ekki síst. Af því að við sjáum að það orðið gat á milli kennara og nemenda sem ég hef bara raunverulegar áhyggjur af. 70% nemenda eru farin að nota gervigreind dagsdaglega við viðfangsefni dagsins á meðan einungis 4% kennara eru að gera það. Og þetta gat óásættanlegt þegar menntakerfið okkar á að einmitt að vera að styðja nemendur í þeim áskorunum sem þau eru að fást við og þau lífi sem þau búa í og ekki síst undirbúa þau undir tækifæri framtíðarinnar. Og gervigreindin eitt verkefni en við erum líka að vinna að sjálfbærri iðnaðarstefnu. Og hún tengist nú aldeilis því sem þið eru að setja á dagskrá hér í dag og ekki annað að segja en að hringsnúist það sem jarðhitagarðurinn einmitt Það hvernig við getum nýtt hlutina betur, gert betur, sótt fram fyrir iðnað og framleiðslu í landinu á grundvelli gilda nýsköpun og sjálfbærni og það verður mjög gaman að vinna þetta með atvinnulífinu og sjá hvar við getum sett fram markmið, ýtt á stuðning annarra ráðuneyta það að bæta sífellt umhverfið. En umræðan ekki síst ekki bara tæknina og ekki bara mannauðinn og skólana eða nýsköpuna umhverfið. Það verður bara einfaldlega að vera til næg orka til þess að mæta ýmsum þeim áskorunum og tækifærum sem við stöndum frammi fyrir. Og það eins og þetta sé svona eitthvað feimnismál að við getum einhvern veginn bara ekki sagt að já, við þurfum meiri orku. Og þetta hefur verið bitbein of lengi í umræðu og við höfum bara einfaldlega ekki náð þeim árangri sem við ættum að gera til þess að sækja fram og grípa þau tækifæri sem bíða. Og sumir segja að það þarf í raun ekki meiri orku, já, þá erum við ekki að gera ráð fyrir því að einhver tækifæri eða uppbygging eða fyrirtæki hafi komið af því að það var ekki til orka. Við vitum ekki af þeim tækifærum sem við mistum. Það minnir mig stundum á það þegar þú ert að stæra þig af því að vera með ódýrustu leikskólaplásin að það engin pláss. Og við verðum einfaldlega að kannski horfa á þetta í samhengi ýmissa hluta. Og ég myndi segja að það væru þrír þættir sem hér skipta mestu máli. Það að sjálfsögðu að við höldum áfram að bæta flutningskerfi raforku sem skiptir öllu máli til að nýta hana sem best. Að við framleiðum, eins og ég var að segja, meiri orku líka. En líka þriðja lagi að við nýtum stafrænar lausnir, gervigreind til þess að nýta orkuna okkar betur. Eiga viðskipti með hana, vera upplýstir neytendur sem við höfum kannski ekki endilega þurft að vera. Alls staðar viljum við, hvort sem það í ríkisfjármálunum eða í orkukerfunum, við eigum auðvitað að stefna því að nýta hana sem best og minnka alla sóun. Þannig að þessir þrír þættir held ég ætti að vera í forgrunni þegar kemur að því að hvernig við ætlum að byggja upp orkukerfið og ná árangri þegar kemur að því að það sé til næg orka fyrir þau tækifæri sem við höfum ekki séð. Og talandi gervigreindina, þá verður hún ekki undanskilin því að við verðum aldrei þar fremst meðal þjóða nema eiga einn annan innvið sem reiknigeta. Og reiknigeta byggist á því að við höfum gagnaver sem eru drifin áfram af orku.
Þetta samhengi hlutana sem verðum að taka inn í myndina þegar við sjáum tækifærin og áskoranirnar framundan og ef við ætlum einfaldlega að vera fremst meðal þjóða sem við höfum alla burði til þegar kemur að nýtingu gervigreindar hjá hinu opinbera eða í menntakerfi eða í atvinnulífinu, stórauki verðmætasköpun okkar, minnkað umsvif ríkisins, bætt þjónustuna í öllum kerfum, að þá verðum við að hafa þann innvið á bakvið gervigreindina sem einfaldlega krefst aukinnar orku. Þannig að við verðum að setja þetta í samhengi við þau lífskjör og þau tækifæri sem við ætlum að búa hnútana á Íslandi til lengri tíma. Að lokum hef ég einfaldlega mjög mikla trú á því að Ísland geti verið land tækifæra sem byggir á þessum innviðum sem ég hef rætt hér í dag, að við getum tekist á við áskoranir framtíðarinnar með nýsköpun og gervigreind og nýjum lausnum og að við séum fremst þegar kemur að grænni stefnumótun eins og ON og jarðhitagarðurinn eru að sýna okkur. Ísland einfaldlega gæti verið miðstöð hugvits, orku og framfara, tenging á milli Bandaríkjanna og Evrópu með átta sig á því að við ætlum að búa til hlutina, sækja fram og búa til verðmæti en ekki að regluvæða allt í spaði eins og Evrópa. Takk fyrir mig.